Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4, föstudaginn 29. september. Við verðum með listir, við ætlum að gera landsbyggðuna svolítið hátt undir höfði og svo ætlum við ekki minnst að vera svolítið á kvenlegum nótum og hingað eru komnir afskaplega, ég vil nú ekki segja kvenlegi menn, en þið eru komnir hér og eruð að fara frumsýna, eða eruð að frumsýna þessum tölugu orðum verkið ykkar sem að heiti þá Kvennasagan á hundavaði. Hverjir aðrir hefðu geta fundið upp á þessum titli? Sko, þetta heitir Kvenfólk og undirtitillinn Kvennasagan á hundavaði. Já. Við höfum náttúrulega gert svona sögulegar leiksýningar áður og það var Íslandssagan á hundavaði og 21. öldin á hundavaði. Já, og gleymanleg. En Kvennasagan, það þarf að gera henni skil að þessu sinni, er það ekki? Já, við sko, þegar við settum upp fyrstu sýninguna, Sögu þjóðar, þá vorum við sem að rekja Íslandssöguna. Já. Og þá einhvern veginn tóku eftir því að það var voða lítið fjallað konur. Það var bara eins og það væri engar konur. Það hefði bara ekki verið engar konur á Íslandi. Hvenær komu þær til sögunar, heldur? Og það virtist að hafa komið til söguna þarna í byrjun 20. aldar. Já, gaman. Og þá eiginlega svolítið vaknaði hugmyndin að það væri kannski tími til komin að fara að gera sögu kvenna skil. En sko, já, það er stutt síðan að við komum til jarðarinnar og til Íslands. En hvað er maður lengi að finna út kvennasöguna hér á landi? Hvað er þetta búið að taka langan tíma bara að skrifa þetta? Hugmyndin er kannski ákváðum þetta fyrir svona ári síðan eitthvað svoleiðis að fara í þetta verkefni. Svo er aðalvinnan náttúrulega bara að lesa heimildir og fatta hvernig þetta á að líta út. En er ekki fljótlegt að lesa heimildir? Þetta er svo lítil saga. Nei, kannski þess að heldur maður svolítið að grafa. Þetta er svolítið svona þögguð saga, sko, því að þetta er heilmikil saga, náttúrulega. Já, skulum hætta þessari vitleysu. Segir mér þetta svona í alvöru hvernig þetta er. Já, svona eftir að konurnar komið til landsins, sko, þá náttúrulega hefur ýmislegt gerst, sko. En já, þetta er sem sagt svona ár í þróun. Já. Og hefur þetta breyst mikið frá því að hugmyndin kom upp og það sem þið eru svo að fara að sýna okkur? Það er að segja svona hugmyndin að því hvernig þið setjið þetta upp? Nei, sjálfu sér ekki. Ekkert svo mikið. Auðvitað þróast þetta alltaf og líka bara á æfingatímanum þá breytist alltaf að elda en svona í grunninn þá er svolítið hugmyndin svo sama. Hver er tónninn í verkinu? Já. Þetta er náttúrulega háfeminist verk, sko. Tónninn er kannski bara, að þessi saga er mjög merkileg og einhvern veginn er svolítið fyrir borðborinn og líka náttúrulega fyndin og skemmtileg. Sjálfsögðu, það þarf ekki að taka það fram. Hvað er fyndið við konur? Það er auðvitað fyndið bara, sko, svona að eftir að það er komið til landsins, sko, að við erum að reyna að ala á okkur nýjum veruleika, sko, og það gengur misvel náttúrulega, en við erum að gera okkar besta en við eigum auðvitað langt í land og allt það, sko. Er þetta eitthvað uppfyllt af tillitssemi og eða hvað? Þetta sem samspil kvenna og kalla, þarf að vera slatti á því, eða? Já, nei, í raun og veru er þetta ekki hellisbúin eða eitthvað svoleiðis, sko. Við erum bara að segja sögu kvenna og kvennabaráttu á alheimsvísu og á Íslandi. Og við erum auðvitað miðaldra karlmenn og það er kannski það nýja, sko, að hún kannski hljómar öðruvísi í okkar munni heldur en hún hefur gert í einhverjum fræðilegum ritgerðum, sko. Hvernig hljómar hún öðruvísi? Hvernig er hún? Já. Ég er að reyna að draga upp úr ykkur. Því ég efast ekki að þið blandið saman tónlist og texta eins og alltaf. Já, það er mikil tónlist og hún styður við þetta allt. Styður náttúrulega við þetta og við náttúrulega, það er náttúrulega bara svolítið hundur í óskilum í þessari sýningu, sko. Við spilum á alls konar hljóðfæri og við, sko,
sko, já, ég veit ekki hvernig hægt að orða það, sko. Hvernig við orðum þetta. Er þetta einhver Þetta er mjög kvenleg? skemmtilegt og mjög fyndið Ofboðslega gaman. það má ekki hljóma það eins og þetta sé eitthvað leiðilegt, sko, því Nei, þetta er það alveg gerir það. hræðilega átakanlega fyndið, sko. Já. Og Það Já. já. En förum aftur í tónlistina. Hvernig tónlist er þið með? Hvað er það sem styður söguna þarna? Sko, við erum bæði með sko, tónlist sem að við flytjum sjálfir og svo fórum við líka í stúdíó og tókum upp og syngjum svo yfir það. Svo erum við með hljóðfæri, sko, svona ala hundurinn, en ekki bara það, sko, að spila alls konar hluti og verkfæri, heldur erum við með hljóðfæri sem að Ilmur Stefánsdóttir, listakona, hefur smíðað og úr rokkum og vefstóll sem hægt er að spila á og straupborð Já, þannig að tæki og tól kvenna eru nýtt í sem hljóðfæri. Já. Og það er einn þáttur í þessu öll saman. Já, spennandi. Væntanlega hafið nú fengið einhverja aðstoð við að koma þessu allir á laggirnar eða hvað? Já, við fengum Ágústu Skúladóttur Já. til þess að leikstýra okkur. Hún En leikstýrði ekki okkur í hverja. öldin okkar. Já, Og svo er Íris Erlingsdóttir með Eggertsdóttir. Eggertsdóttir. já, Vá. já, Leikmynd og búningar. Leikmynd og búninga. já. Og þetta verður frumsýnt semst í kvöld Þetta er frumsýnt í kvöld. Já. og þið eru bara á fullu í gerfi þegar þessi þáttur fyrir loftið en hérna í gamla samkomuhúsin okkar eða hvað? Hvar verðið þið? Já. Og hvað ætlið að sýna þetta oft? Oft. Við ætlum oft, það eru settar út sýningar í október og út nóvember Já. og sala gengur vel, Já. skilst mér. Þannig að allar dömur landsins sem eru að flykkast til Akureyrar á dömulega dekurdaga, þær geta séð sér leika á borði, er það ekki? Algjörlega, klárlega, sko. Það er engin áform einhverja suðurferðir, sko, þannig að fólk þarf að koma norður og bara flykkjast á þetta. Það er svo gott að hlæja með ykkur. Já, þakka þér fyrir þakka það. þér. Já, og hlusta á þetta. Af því líka þetta er ekki eitthvað yfirborðsgrín, þetta skilur eftir sig. Já, það er líka alltaf hugsunin að sko, fólk komi og skemmti sér og það líka fræðist í leiðinni. Og við erum búin að vera að renna þetta með áhörendur í sal og krakka alveg niður í 12-13 ára, sko. Já. Og það hefur virkað vel á alla hópa og það segja allir að það er svo margt þetta sem ég vissi ekki. Já. Og það er eiginlega sem er líka gaman við þetta. Þetta er ekki bara að sitta og hlæja heldur. Það kemur með eitthvað tilbaka. Já. Ætlið að halda sýningu sérstaklega 24. október kannski? Verður hún eitthvað skrautsýning? Hafið þið ákveðið það? Nú skelli ég framan ykkur bara. Veit það ekki? Jú. Hún verður öðruvísi en hinna. En fæ ég ekki tóndæmi svona í lokin? Fæ ég ekki aðeins að... Jú, þú fara eitt tóndæmi. Er það ekki? Í hvaða dúr er það? Það er út úr dór. Það er eiginlega svona út úr dúr eins og margt hjá okkur. Takk fyrir þetta og ég vona þetta gangi vel. Hlakka til að sjá þessa sýningu. Já, Takk fyrir það. bara vel bekomi. Það er postmodernískur feminismi og nýfrjálshyggju feminismi og sósíalískur feminismi og anarkískur feminismi, svartur feminismi og íslamskur feminismi, lesbískur feminismi og pro-sex feminismi og umhverfisinnaður feminismi og fríðarsinnaður feminismi, vegan feminismi og hip-hop feminismi og svo náttúrulega nærbuxna feminismin. Og transfeminismi. So, tell me what you want, what you really want. I tell you what I want, what I really want. So, tell me what you want, what you really want. I tell you what I want, what I really want. I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna really wanna zig a zig, yeah.